Ingi Jón Hafsteinsson hefur í mörg ár hermt eftir fólki. En hvernig verður maður góð eftirherma? Já, það nú það. Ég reyni nú bara að fylgjast vel með, hafa augun opin. Ég horf á sjónvarp og les blöðin, hlusta á útvarp. En annars, herm ég mest eftir þeim sem ég þekki. Það verður að þekkja vel það sem maður hermir eftir. Það svona, þú veist, orðalagið, röddin, tónninn og svona, talandinn, allt mjög mikilvægt. Þetta faðir minn. Afsakið, ég að trufla? Afsakið, ég að trufla? Ég svo gamall og ljótur og vitlaus. Ég 105 ára. Það getur hvað röddin gömul. Ég pappans Inga. Það þolir mig enginn á heimilinu að ég svo kalkaður. Ég óþolandi gamalmenni sem engum þykir vænt um. Já, það ekkert allir tilbúnir að láta herma eftir sér. Það bara, eins og fólk þorir ekki að horfast í augu við sjálft sig. Ég sýni fólk bara eins og það er. Ég ekkert að fegra hlutina neitt. Það væri bara fals. Svo líka annað sem... Pabbi, getur þú kannski gefið mér pening fyrir kóki og samloku? Já, gjörðu Ég sýni þið bara eins og ert. Þú bara að horfast í augu við það. Pabbinn bara svona góð eftirherma. Já, en mér finnst aldrei skrítið hvað eru fáir sem kunna meta góðar eftirhermur. Tók eftir því þegar ég byrjaði að herma eftir og ég hef eiginlega bara misst alla vini mína síðan. Og það kannski líka ástæðan fyrir því að kona mín fór frá mér. Ég veit að þetta svo kaldranalegur og hanskilegur. Já, ég verð að segja það. Minn tími mun koma. Oj.